Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og er sem fyrr umsjónamaður þáttarins. Þátturinn er unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að peningunum heldur líka út í vefsíðunni leip.is, það er leip.is. Þar eru myndböndum fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt efni sem ég hveti til að kynna þér. Gestur þáttarins í dag er Berglind Guðmundsdóttir, stofnandi matarvefjarins Gulur, Rauður, Grænn og Salt, einn þáttastjórnenda dagmála á mbl.is, hjúkrunarfræðingur og hlaðvarpari með þáttinn Matur fyrir sálina, sem er þáttur sem miðar að valdeflingu kvenna. Þetta er heljar hennar titill og hattar sem þú ert með, Berglind. Já, ánægð með þetta. Já, bara velkomin og takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að fá mig. Það er svona, við köllum á þig í tengslum við kannski fyrst og fremst matarvefinn þinn og það hvernig maður getur nálgast mat á svona fjárhagslega ábyrgan hátt en það kannski var áhugavert að byrja á að fá svona þessu söguna. Hver er maðurinn? Hverra manna ertu og hvernig endaru hér? Sko ég verð bara að byrja á því að það er ekki að segja að það er ekki oft sem ég er svona stressuð að koma í viðtöl. Ég er alveg smá stressuð og ég er búin að vera svona, mér leið svolítið svona í dag eins og ég væri að undirbúa mig fyrir stærðfræðiprófi í gamla daga. Það er hræðilegt. Já, mér dreymdi svo oft í gamla daga að ég væri að fara í stærðfræðipróf og ég væri ekki búin að læra neitt. Það var svona martrænir mínar á unglingsárum. Og ég fekk þess að sögum svona flashback smá. Við þurfum eitthvað að endurskoða þetta. En svo hugsaði ég bara nei, ég er náttúrulega bara, ég er ekki, þú veist að ég er ekki fjármálaráðgjafi. Ég vonu viti það. Ekki frekar en ég. Þannig ég ætla bara að gera sem ég gera alltaf í viðtölum. Ég tala bara frá hjartanu og er einlæg og það er bara, þannig að við bara kýlum á þetta og sjáum hvað kemur út úr þessu. Nákvæmlega. En já, hvaðan ertu? Hver er þinn bakgrunnur? Ég ólst upp í Seljakvernu og ég á 2 bræður, eldri og yngri og foreldrar mínir fluttu, þegar ég var 9 ára, þá fluttu við í miðbæinn. Já. Og ég var alltaf kannski svolítið svona, ég veit ekki, ætli ég hafi ekki verið svolítið svona öðruvísi en bræður mínir. Alltaf bara svona að gera eitthvað svona alls konar, eins og ég er kannski að gera í dag áfram. Já. Ég var í Austurbæjarskóla og þar tók maður þátt í svona alls konar líka, bara gefa út eitthvað svona tímarit og nota svona svolítið svona sköpunargáfuna sem maður kannski fekk samt ekki að blómstra almennilega í grunnskóla. Nei. Og ekki heldur kannski í framhaldsskóla. Það er ekki fyrir bara svona núna á seinni ára sem ég fæ svona virkilega að leika mér og blómstra bara nákvæmlega eins og ég er. Akkurat og svona eins mikilvæg og ég er nómisand og úr stétt hjúkrunarfræðingar þá hugsa maður ekki rosalega skapandi að gera. Hvernig lendir, hvers vegna fórstu í það? Í hjúkrunarfræði? Ég byrjaði í sálfræði og hún er bara svolítið erfið. Og ég held að ég myndi vera að sitja og tala við einstaklinga og læra svona... Þetta er aðalega tölfræði, er það ekki? Jú, og eitthvað svona rottur að íta á petala og eitthvað svona rannsóknar sálfræði. Þannig að ég svona flosnaði bara upp úr því námi. Þannig að ég svona byrja á að segja bara að þetta væri gaman og svo bara að því að annað ári átti einhvern veginn að vera skemmtilegra. Svo var það bara álíka, átti allan ekki við mig. Nei, ég mitt. Þannig að svo kom þetta bara til mín að fara í hjúkrunarfræði og ég hefur svo sem ekkert séð eftir því. Nei, og fór að vinna á BUGL í kjölfari. Já, bara ólíka getild. Já, og náði svolítið svona að tengja þá sálfræði hlutana því að þar er maður í fjölskylduviðtölum og vinna með þau svona andlegu hliðina sem ég hef bara mjög mikinn áhuga á. Og það er eitthvað sem að aftur skapandi hliðin, þú ert maður fer yfir þetta, þú ert að skrifa á vefinn og þú ert með hlaðvarp þátt þar sem þú ert með röddu og svo ertu með sjónvarpsþátt á MBL, þannig að þú ert í öllum þessum skapandi miðlum, eða öllum miðlum. Já, svo er ég líka að fara að vera með sjónvarpsþátt, þar sem ég fór til Sikiley, svona lífstíls og ferðaþátt. Hvaða þáttur er það? Ég er að gera svo mikið, ég man eiginlega valla hvað ég er að gera. Hann verður sýndur á sjónvarpi Símars 21. apríl. Ok, skemmtilegt. Já, þá fer ég og flakka Sikiley, smakka matinn og skoða bara fallegt umhverfi og það er svo yndislegt fólk á Sikiley, bara spjalla við það og svona fæ svona ýmsan fróðleik frá þeim, bara svona gleði þáttur, rosa fallegur. Var þetta tekið fyrir COVID eða?
Nei, þetta var tekið í október þegar það leit rosalega vel út allt þarna á Sikiley en ekki hér. Nei. Þannig að þetta var í rauninni bara sóttkví í viku áður en ég fór að því að maður náttúrulega ekkert út að bregða og svo þarna sóttkví viku eftir þannig að það fór bara mánuður í þetta að vera að gera þennan þátt. En algjörlega þess virði, ég er mjög spennt. Já. Segðu mér aðeins frá hlaðvarpinu þér, Matur fyrir sálina. Hvað er þetta? Já, sko þarna er ég rauninni bara, ég ákvaði þetta í byrjun árs að núna langaði mig að vinna svolítið meira með þessa hjúkrunarfræði hlið á mér sem sagt að svona að því að nú sem sjálfstætt starfandi einstaklingur þá hefur maður svona þroskast og dafnað og lært ýmsa hluti og mér langaði bara svolítið svona að miðla því sem ég hef lært og mér finnst allt í einu svona leið og nýja ári kom þá hugsaði ég bara fannst mér eins og ég hefði svo lítinn tíma eða þú veist ég þyrfti að nýta tíma svo vel að mér langaði bara að ég hafði svo mikla þörf fyrir því að deila því sem ég hafði lært og ég yrði einhvern veginn að koma því frá mér og ég hef það ennþá, ég hef svo mikið að segja finnst mér og held ég mikið sem að margir, ekkert bara konur en bara margir hefðu gott að því að hlusta á mínum mati svo hóvær en það er engin ástæða til að vera hóvær Nei, ég hef alveg trú á mér þarna nákvæmlega og þetta, þú talaður það áður en við settum þetta niður að þér væri tamar að tala tilfinningar heldur en peninga og fjármál en það gleymist oft í þeirri umræðu að peningar og tilfinningar í garð sko peninga og fjármála þetta er svo nátengt að það er ekkit sko það er ekkit grín tilfinningarlega að standa höllum fæti í fjármálum nei. Og það er vafalaust eitthvað sem þú hefur séð á þínu ferli og rekist á í tengslum við þetta já, þetta er ekkit svona eitthvað línuleg velgengni Nei af því að þú veist, einn daginn genguði bara rosa vel og svo bara veist ekkit hvað gerir svo 3 mánuðir seinna eða viku seinna þetta fara út í það að vera sjálfstæður sko. Það er ekkit, ég get ímynda mér að það sé ekkit grín Nei, þetta er svona að því ég oft komið í svona viðtölum eins og kannski svona varasamt að segja bara fylgdi draumnum sínum og svo bara ekkert eins og að sé bara allt og svo bara svona nei, þú veist bara svona eins og að sé eitthvað fullkomið að því að það að fylgja draumnum sínum getur bara verið hræðilega erfitt og í rauninni ekkert sem að hefur þroskað mig meira og svona kennt mér að standa með sjálfri mér heldur en þetta ferli að því að ef þú ætlar að lifa þetta af þá þarftu að hafa trú á þér að það er engin annar að fara eitthvað að peppa þig þú þarf bara að vita innst inni sem ég geri að þetta er bara rétt og þú veist að einhvern veginn að þú getur ekki gert eitthvað annað þú bara verður þrátt verður hvað þetta er erfitt og kannski ekki rökri stundum en þetta er samt rétt og það er bara eitthvað innra með þér sem segir að það sé þannig Og var vefurinn gulrauður grænn og satt sem er GRGS Já, ég ákvað að styrta þetta og greiði fólki þannig að sé ekki alveg verslóðuna Hvenær setur hann á fót? Það er árið 2012 Já, svolítið langt síðan Og þetta er orðið svona go-to vefur fyrir svona rata eins og mig sem kunni ekki að elda hvað maður getur flott fyrir hugmyndir og uppskriftir Já, gaman að heyra, ég er rosa stolt af þessu Þetta er svona við erum þetta bara svolítið svona hvatvís manneskja að þá á ég og hef ég átt bara mjög auðvelt með að byrja á hlutum en svo er það spurning bara að halda eitthvað út og það er ótrúlega oft auðvelt að byrja á einhverju og það er spennandi upphafi en þú veist að vera til dæmis eins og með þannig vef að fyrstu 2 árin það er enginn að læka hjá þeir nema mamma og vinirnir og svona það er ekkert í gangi þannig séð Já, og þú bara einhvern veginn og eins með þetta, þú þarf bara að hafa trú á þessu og þú þarft að elska þetta og það er bara málið, ég hef alltaf elskað þetta, mér finnst þetta svo gaman af því að ég fæ að vinna með svo skemmtilegu fyrirtækjum ég fæ að skapa, þú veist bæði það uppskriftinnar og svo bara ljósmyndinar, hvernig þær kom út þetta hefur á sig svo margar hliðar, þannig að það bara einhvern veginn, þetta verður aldrei orðið leiðilegt og svo út frá því hafa komið matreiðslubækur og námskeið og fyrirlestrar og alls konar þannig. Akkurat.
Þannig að Já, og þetta er orðið 9 ár, þannig ég held að sé svona örugt að segja að þetta er ekki, þetta er ekki lengur bara í svona í einhverju bensku eða frumstígi hjá þér. nákvæmlega, en til þess að endast í ykkur, af því að maður kannski horfur á okkur og segir, ok, mér langar að ganga svona vel í þessu eins og þessi aðili, en ef þú hefur ekki ástríðuna fyrir því, að þá myndi ekki endast. Og ert ekki tilbúin að leggja á því vinnuna? Að þetta er gífurleg vinna. En ég dái samt að mér að því ég er svona lítið tilbaka og taka saman, sko, bara strax þarna á fyrstu mánuðum var ég bara að skrifa fjölmiðlum, bara í Berglind og ég var að byrja með Gulur Rauða Grænt Salt. Og ég sendi bara fullt af fjölmiðlafólki tölvupóst, hvort ég mætti birta uppskrift í blaðinu eða hvað það var. Og ég fekk alltaf já. Þannig að mér finnst það svolítið svona, þú veist, að því að við erum kannski svolítið svona að bíða eða margir að bíða eftir að það sé haft samband. Og ég las það hjá Evu Laufey að hún sagði þú þarft að sækja tækifærin. Og ég var bara, vá, en hún er svo geggja fræg. Nú var ég bara eitthvað og hún þarf samt að gera þetta, bara ok, ég ætla að muna þetta. Maður þarf bara alltaf og þú veist, auðvitað koma svona tímbil sem að þú ert, það bara gengur vel og það svona, þú getur svolítið valið úr, en ég meina þetta er bara svo, ég hugsa þetta svolítið svona eins og blaðra sem að þú þarft að halda inn á lofti. Akkurat. Ef þú vilt ekki hún detti í gólfið, þú veist, að þú bara þarft alltaf, ég sendi ennþá tölvupósta fyrirtæki, ég heiti Berglind, eigandi Gulur Rauða Grænt Salt, ég hafið áhuga á samstarfi, ég sé mögulega fleti þarna, og ég er ekkert of góð fyrir það og ef ég verð of góð fyrir það, þá bara held ég að ég helli svolítið úr lestinni. Já, þá þetta fara að gera eitthvað annað. Já. Og þetta er svona, þetta er svolítið gleymist svolítið og ég held að þetta sé einhverju leiti íslenskur ókostur, það að halda hlutir selji sér sjálfur. Það selur sér ekkert sjálf, það þarf að segja fólki hvað er, þú veist, af hverju það á að gera hitt eða þetta, bæði bara í þessu og líka í nýsköpun og öllu svoleiðis. Þannig að þetta er... Já, að því við bara einhvern veginn, við sjáum afraksturinn og við bara, vá, ég ætla að gera þetta líka, en við áttum okkur ekki á því hvað, þú veist, það er enginn sem gengur ver að því að það bara kom upp í hendurnar á honum. Þú þarft að leggja vinnu og það er bara, þú veist, það liggur svo mikið að baki því að ganga vel og halda þig líka. Ótrúlega vinna. Og þegar þú setur vefinn þegar þú byrjar með vefinn, var þetta, hættir þú bara öllu öðru eða hvernig var svona fasaður þið inn í þetta eða yfir? Já, ég var að vinna á Bugl þá. Já. En eftir svona 2 ár, cirka bát, að þá bara fór ég að sinna þessu sem svona fullu starfi og ég hef lært það líka að, sko, það er ákveðin óvissa að starfa, eða mjög mikil óvissa við það að starfa sjálfstætt, en leið og ert í öðru starfi að þá fer ekki sama orka í þetta. Nei. Þú ert komið með skynsemina, þú ert komið með tekjurnar sem eru svona örugar, en þú þarft ekki að berjast fyrir lífiðinu. Akkurat. Og það er svolítið þannig að þegar þú þarft að berjast fyrir lífiðinu, að þá gerast góður hlutinir. Já. Það sé bara mjög mikið til í því að þegar maður hefur ekki úr öðru að velja, bara þurfa að setja sína orku í þetta. Þannig ég fundið það þegar að ég hef alveg farið í svona ýmis störfi gegnum tíðina, svona auka, að því ég hef gert það, að þá hefur hitt dalað. Okay. Þá hefur vefurinn dalað, að því ég set ekki sömu tíma og orku í vefinn. En það er skemmtilegt að þetta sé í rauninni bara fullt starf og fullt verkefni að halda svona úti. Já, stundum er það. Já, ég veit. En það er ekkert alltaf sem að gengur vel. Nei. En matur er eitt af þessu sem að, sko, maður hugsa, sko, hvernig er best að spara, ég er bara hægt að borða. Já, fasta. Já, það er besta ráð mitt, átti ég að koma með okkur önnur ráð. Þannig að þessi 16-8 eða hvað þetta er ekki... Þetta er bara 24, 0. Já, þetta snýst ekki um að, sko, eitthvað heilbrigðistæmi, heldur bara að eyða minni peningum. Ég held að það sé mjög erfið leið til sparnaðar. En matur er eitt stærsti útgjaldaliður flestra heimila. Það er hús og það er bíll og það er matur. Og fer hækkandi. Já. Óbæðslega dýrt orðið að borða. Já, það er erfitt þegar krónan tekur dífu að það verður dýrar að flytja allt inn. En er eitthvað svona,
einhver ráð eða einhverjar pælingar sem þú getur komið með það, hvernig fólk getur reynt að halda þessum kostnaði niðri? Einhverjar svona þumalputtareglur eða pælingar sem þú hefðir fyrir þetta? Það er náttúrulega bara alltaf þannig að það sem þú eyðir svona tíma og orku í, að það skila sér. Þannig að ef þú fer að spá í því hvernig þú ert að borða, hvernig þú ert að kaupa inn, þú svolítið svona kortlegur það og það er ekki að skrifa blað, heldur bara svona velta svolítið, vera meðvitaður það. Fari gegnum daginn og svona, hvernig er ég hvað er ég að kaupa mér, hvað þarf ég? Þannig að varandi matarinnkaup, það er til dæmis að gefa sér ákveðin dag, til dæmis sunnudag og fara yfir bara vikuna, koma til viku. Já. Og ég er ekki að tala um það þá að þú er ekki að gera neitt skemmtilegt, þá má panta pizzu en þá er það kannski skipulagt. Já, einmitt. Eða einn dagur það sem er bara ákveð það að þú vitir ekki alveg hvernig þú ætlar að hafa þetta. Nei. En svona að ramma þið svolítið inn og fyrir mig hjálpar það rosalega mikið. En svo fer það líka eftir því hvernig fjölskyldu samsetningin er. Af því að þú getur verið einstæðingur og þá stundum er kannski bara ódýrara að kaupa tilbúin mat. Já. Í sumum tilfellum. Því allar matarstæðir verðast miða að stórfjölskyldum. Já, nákvæmlega. Mjög mikið af pakningastæðingu. Já, og svo er það eitthvað sem fyrirtæki gætu tekið til sín að þjónusta þennan flokk betur. Ég menna þannig að fólk þurfi ekki bara að vera í 1944. En annars það er komin flotta búð með fiskréttum og svona, þú veist, þú þarft ekki að vera í óhollustinni til að þú sérst svona, já. En svo er það líka fyrir svona stóra fjölskyldur með kannski ungbörn að þá getur þú keypt inn fyrir alla vikuna og þá bara veistu nokkuð með hvernig þú ætlar að hafa þetta og kannski með 1-2 daga sem fer kannski í mat eða en svo er það eins og í mínu tilfelli að þá er ég með unglinga og ef ég kaupi inn fyrir alla vikuna á sunnudegi og þá borða unglingarnir minni bara meira. Ég er að tala um það að bara ein ferna fer á kortir af okkur djús. Þannig að þú veist, maður þarf líka svolítið að taka tillit til þess bara hvernig er fjölskyldu samsetningin. Það eru óvissu þættir hérna. Það eru svolítið óvissu þættir. Unglingsstrákar sem borða bara óheyrilega mikið. Já. Og í mínu tilfelli þá er kannski betra að skipta sig niður. Já. Að kaupa ekki of gott, af því að ég meina ef það er eitthvað gúrm þarna á mánudegi þá er það bara búið á þriðjudegi. Það er bara hamstrað í sig. En svo er það líka bara þetta að mjög mikið af fólki á fullar skúffur af mat. Já. Ég meina við eigum bara óheyrilega mikið og samt erum við að kaupa. Þannig að oft það sem við gerum nú til dags er að við ætlum að fara í eitthvað átak. Þetta verður svolítið svona leikur. Ok, ég ætla að fara í átak. Ég ætla að grenna mig. Ég ætla að kaupa íþróttaskó, ég ætla að kaupa íþróttaföt, ég ætla að kaupa þetta, ég ætla að kaupa kort. Það felst svona, í svona átökum felst oft eitthvað svona kaupþörf, neysluþörf. Þannig eins með matinn, ég ætla að spara í mat. Ok, hvað er að kaupa? Ég þarf að kaupa svona flokkunarbox. Það er ekki eitthvað að læra að flokka. Ég meina það er ekki að kaupa, það er ekki eitthvað svona, og svo ætla ég ætla að fara að búa til mitt eigið súrdeigsbrauð. Það sem ég svona myndi þá mæla með er að ganga hægt gleðina dyr. Ekki að kaupa, heldur að kaupa ekki og nýta það, gera ráð fyrir 1-2 dögum þar sem þú ert ekki að kaupa inn, þar sem þú notar sem átt. Og það er bara ótrúlega áhugavert að sjá hvað maður getur gert góða mat úr því og það eru marga vefsíður, þó það sé ekki mín, að það eru marga vefsíður svona erlendar sem bjóða upp á það að þú getur talið upp hráefni sem þú ert með og farð geggjaðar uppskriftir. Þannig að ég á kannski brokkoli og ég á pasta og ég á mjólk eða hvað sem það er og þú telur það upp og þá kannski vantar eitthvað 1-20 viðbót. Þannig að það er ótrúlega sniðugt. Það er stórkostlegt. Þannig að ef þið ætla að fara í eitt átak að spara í mat, að sparið þá í mat. Ekki fara að kaupa til að spara. Það skilur hvað ég við. Ég tengi samt svo við þetta. Að þetta er svo gaman. Þetta er svo gaman. Ég bara, ok, nú ætla ég að fara í átak. Bara hvað ég að kaupa. Ég ætla að fara í átak að spara maður. Hvað get ég keitt? Hvað getur eitthvað selt mér? Já, þetta er mjög góð punktur. Og ég hef einhvern veginn ekki áttam á þessum óvissufaktor sem fylgir því að
ég hef ekki börn og hérna þarf að leiðandi ekki að fást við þennan þátt en það að vera sko, það er rosalega auðvelt eða miklu auðveldara fyrir mig eða þig bara að taka ákvörðunina, núna ætla ég að kaupa inn fyrir vikuna og skipuleggja svona, svo eru bara einhverjar aðrir á heimilinu sem voru ekki með þeirra ákvörðunatöku og þeir bara gera hlutin eins og þeim sýnist. Einmitt, algjörlega. Þetta er flækjustigið hækkar við þetta. Já, en svo er líka gott að hafa fjölskyldumeðlimi svona saman í málunum og eins það að þá að úthlita börnunum, þú veist, bara í dag eldar þú og þú bara ákveður hvað er keypt inn, það svona gerir þetta kannski skemmtilegt fyrir þig. Ég ætla ekki að segja ég sé mjög duglega að gera þetta, en ætti kannski að vera það. Heldur þetta drægi líka úr matarsóun? Heldur maður hendi minna? Klárlega. Og eins það með að nota svona netverslanir, það er bara fyrir svona fólk eins og mig, sérstaklega sem er svona ADHD týpa, við erum svo áhrifagjörn. Þannig að við förum í búðina og við förum úr búðinu og við bara keyptum ekki það sem við ætluðum að kaupa. Og við gleymum listanum og þú veist bara allt í einu erum við komið með fullt af mat en getum ekki eldan eitt af því að við keyptum bara, við vorum ekki með heildarsýnina. Þannig að það sem netverslunin gera, sem er bara algjör snilld, að þær ná að ramma mann inn. Þú átt á þína körfu sem að er vistuð og þú getur bætt inn í, ég meina þú þarft ekki bara að kaupa holt eða þú getur alveg farið út af leið en það er þá planað, það er skipulagt. Akkurat. Og það er þetta er rosalega góða punktur því það er miklu auðveldara sko að taka þessar ákvarðanir heim í stofu heldur en í matvöruverslun. Því matvöruverslanir eru krefjandi staðir sko. Það er ekki auðvelt að vera í ákvarðanatökuferlinu þar. En svona aðalega áður maður samt fer út í það, hvort sem maður er að fara í matvöruverslun eða að versla á netinu, að fá sér hans að borða áður og bíði klukkutíma. Af því þegar ég er að kaupa til dæmis inn og ég er svöng, ég meina, þá fer maður bara í kolvetnin og svona eitthvað. Hræðilega stað, sko. Já. Það er ekki góð. En með netinu þá getur maður stýrt í og þannig að mér finnst það allavega alveg frá kærkomin svona viðbót. Já, og getur líka bara gert þetta sko þegar manni sýnist. Þegar maður getur ekki sofnað bara, heyrðu, skulum við tína í körfuna hérna, hvað er til, ok, nýtum tíman. Nákvæmlega. Sem var ekki hægt á þér, en þetta er mjög þægilegt. Já. En hvernig, sko, það er, ein áskorun með mat er að hann getur, það virðist vera að matur getur ekki verið hollur, ódýr og góður á sama tíma. Hann getur bara valið tvennt. Já. Er einhver svona einhver svona svindl sem að þú getur komið inn á? Hvernig er þetta að gera hollan mat ódýran og helst góða? Sko, það er náttúrulega eins og með baunir og gremmiti. Þetta er matur kannski sem við erum ekki að nýta mjög vel en aðra þjóðir kannski að gera. Já. Og ef við förum á eins og indverskan veitingastað, ég menn þú getur fengið alveg geggjaðan gremmitis og baunarétti og þannig að við kannski megum að leika okkur með það. Já, hvað fleira? Ég veit ekki. Er þetta ekki bara vonlaust? Ég ætla að byrja þarna. Já, finna, en svo bara svona mætti stjórnvöld alveg skoða það líka því að það er alltaf verið að spá í svona ég er á því að fólk eigi að vera með svona jákvæða stefnu. Þannig að hvað viltu sjá í staðin fyrir hvað vilt ekki sjá. Þannig í staðin fyrir að leggja sykurskatt á, hvað vilt að fólk sé að borða og hvernig getur þú lækka það. Og ég náttúrulega veit ekki hvernig hægt er að fara að því, en af hverju ekki að allan að vera með þá stefnu að reyna að lækka hollan mat. Er það ætla að sé hægt? Það er bara... Þetta er svona, manni finnst bara að heyra þetta endalaust einhvern veginn, það er allir að tala um þetta, það er bara spurning hvernig verður þetta að koma svona hlutum í framkvæmd. Það er mitt. En hvernig kviknaði þessi mataráhugi? Ég hef alltaf haft áhuga fyrir því að elda mat og ég pröfaði mig mjög mikið áfram þegar að ég var yngri og gekk samt alveg hræðilega illa þannig að mamma var ekkert sérstaklega glöð. Þannig að mér fannst þetta geggja gaman en svo var eldhúsið í rúst og ég á alveg sögur að mér það sem að ég er að bjóða vinkonum mínum í rúnstykki sem eru bara eins og steinn. Það var ekki hægt að borða þetta, bara steinn. En svo er það þannig bara að maður þarf að pröfa sig áfram og ef maður hefur áhuga á því að elda þá bara heldur maður áfram að pröfa sig áfram. En ég fæ stundu til mín fólk sem bara, hvað ég gera? Ég bara hef engan áhuga á því að elda. Bara hef ekki áhuga.
segi bara, það alltaf í lagi. Þú bara finnur þá leið til að gera þetta á sem einfaldastan hátt. Það þurfi ekki allir að vera góðir í að elda. En þú bara finnur leið, þá bara kaupir tilbúna fiskrétti. Það orðið svona, þetta orðið það þróa að við getum alveg unni með það þóttu séum ekkit frábæri eldhúsinu. Þannig, en ég hafði bara óbilandi áhuga á þessu og já, pröfaði mig áfram og á mjög marga minningar af réttum sem tókust ekki vel, en svo fór þetta bara svona ganga betur og betur. Það einmitt það, að leyfa sér að gera mistök í þessu. Já. Hvar getur maður lært að elda? Þetta er, ég held að það sé, ég held ekki það, ég held að það er mjög gott að geta gert sin eigin mat bara til þess að geta, gert góðan mat en líka til að spara peninga. Hvað, ertu með einhverjar svona, er þú og þið með matreiðslunámskeið eða hvernig? Sko, það er náttúrulega bara staðir sem hægt er að læra að elda. Ég hef tekið svona einstaka matreiðslunámskeið til mín og þá heim, en svo færði ég mig yfir í krakkana. Þannig ég hef verið svona með matreiðslunámskeið fyrir börn. Að því ég elska að vinna með börnum. Þarna, þú veist, svona eins og bara bugli og það og svona líf og fjör og smá kaotík og svona suppuskap líka og svo bara góða mat og veisla í lokin. Þannig að en ég meina fyrir fullorðin aðila þá er bara óbilandi efni á netinu, það er mikið efni á netinu, það er matreiðslu bækur, en svo bara að byrja þá einfalt, að vera ekki að flækja þetta, af því að góður matur þarf ekki að vera flókin, hann getur innihaldið 5-6 hráefni og tekið korter. Og ég man það þegar ég var einhvern tímann með rosa metnað og var með matarboð og mér langaði svo að gera góðan indverska rétt. Ég elska indverska mat. Og ég var allan daginn að undirbúa þetta og sko niðurstaðan var henni bara svipu og hefði ég keypt svona krukku svona mauk og sett sama við kjötið eða kjúklingin eða hvað það var. Þau eru bara fín, skilurðu, en ég var alveg kósveitt. Þannig að þú veist, það er ekkit endilega betra að hafa þetta flókið. Nei. Og ekkit endilega ódýrara, það er heil dagur að vinna. Ó já, og alls ekki. En gaman að pröfa sig áfram, ef maður hefur áhuga á því. Einmitt. En svo er skemmtilegt að segja frá því að þú tekið saman matseðil fyrir leitin á peningunum sem að er með tækt að nálgast á vefnuðinum gulur, rauður, græn og salt. Hvaðan kemur þetta nafn? Góð spurning. Ég þegar þessi hugmynd kom til mín, af því ég vil meina að ég var ekkert spói að byrja með auðskriftssíðu. Þegar hugmyndin kemur til mín þá hugsa ég bara, það sem fyrst, ef ég ætla að gera þetta, þá vil ég gera þetta fyrirtæki, ekki bara hobby, og ég vil hafa nafn sem að bara svona lýsir því sem að minni eldamennsku. Og hún ég elska að elda mat sem litríkur, þú veist, bara horfa á svona litin að blanda saman. Og ég elska salt, en svo fannst mér þetta líka bara svona, ég kaotísk, svo var þetta eitthvað svona leikur í þessu nafni. Þannig að mér fannst þetta skemmtilegt. Já, það er mjög skemmtilegt. Og já, það er það, mér þykir ótrúlega vænt um það. Og þetta er svona orðarugl, þannig að þú ert ekki með blár, grænn, rauður, eitthvað. Ég hef heyra alls konar útgáður af þessu og ég er bara gaman að því. Já, ég þegar ég var svo ég klári hugsunna það er matseðill á vefnuðinum sem er hugsaður einmitt svo fólk geti keypt hann fyrirfram, fyrir vikuna og hann sé svona þokkalega. Já, einfalt og allt geggja gott, ekkert of mörg hráefni og allir sem að kunna ekki elda, þeir geta eldað. Já, þannig að það verður skemmtilegt að prófa hann. Já. En já, með nafnið, ég held þetta var einhver svona frumlítir í eldamennsku, einhver krydd sem að væri aðalatriðin. Þetta er bara eitthvað át í loftið. Já. Það er dásamlegt. Já. En þegar aðeins aftur að fjármálahliðinni, ertu með
ekki fjármála bakgrunn í merkingunni bankamanniski eða eitthvað svoleiðis, en voru fjármál svona til umræðu á þínu heimili þegar þú dalast upp? Er það eitthvað sem þú elst upp? Ég var að hugsa þetta fyrir þáttinn. Já. Nei, ég held mamma og pappi voru bara ofboðslega dugleg og voru í svona mörgum vinnum og svona reyna að bara komast af. Þetta var bara erfiði tímar. Þannig að nei, ég upplifi ekki að maður hafi fengið eitthvað svona beina fræðslu. Það sem ég velt fyrir mér bara svona af hverju þurfa sumir að vinna mikið en eiga ekki mikið pening og meðan aðri kannski, ég veit ekki alveg hvað ég er að reyna að segja, en þú veist, þú getur unnið og samt ekki átt mikið pening. Já, og þú getur jafnvel unnið og haft miklar tekjur og samt ekki átt mikið pening. Já, svo er það. Já. En nei, ég fekk ekki og þetta var ekki eitthvað sem að ég hafði áhuga á. Nei. Ég bara held ég hafi verið hrædd við þetta og þetta er svona tiltölulega nýlega sem að ég kannski kemst yfir það að hætti að hræðast peninga eða skulda eða Hvaðan komið svo ótti? Ég veit ekki, þegar ég er úlingur eða svona í kringum tvítugt að þá er ég man að vinkon mín kom til mín og hún bara, veistu hvað Berglindi, það er komið geggjað í bönkunum núna, það er svona yfirdráttur og þú getur bara að fara á milli banka og þú ert aldrei að borga og þar með hófst sú saga. Þetta voru ágætis tímar, ég get ekki sagt að þessi peningar hafi farið í eitthvað skynsamt, en þannig að byrja svona ákveðin skuldasöfnun. Svo fer ég í Herbalife sem náttúrulega bara getur ekki klikkað. Hvað gæti farið úrskeiðis? Mjög margt. Og þannig ég er bara komin í svolítið svona klandur og ég foreldrar mínu hjálpa mér eitthvað en svo kynnist ég þá var þetta manni mínum og hann var svona bara og er bara góður í Excel með öðruvísi bara hugsun, hræðist ekki þetta eins og ég gerði og hann svolítið svona bara bjargaði mér þannig séð og þar kemur náttúrulega strax ákveðin skekkja í sambandið. Mér fannst það bara gott að hann sæi þessa hlið og ekki það ég fengi ekki alveg tækifæri til að setja mig inn í þetta. Ég bara, mér fannst það erfitt og ég sá ekki bara þörfina fyrir það. Og ég bara get ekki mælt með því af því að ég meina, ef það á að vera jafnræði í sambandi þá verða báðir aðilar að vera ábyrgir og það að takast á við sín fjármál, það er bara hlutaði vera fullorðin og ég með svona ADHD og við eigum oft erfitt með að takast á við tölur, svona ákveð oft svona talnablindur hópur með frestunarortu sem er náttúrulega hræðilegt, þannig að þú færi reikninga þá kannski geymur þangað til bara, þannig að það er auðvelt að fara í svona óefni. Svo skil ég eða skiljum við og þá þurfti ég bara svolítið svona að læra þetta upp og nýtt. Ég meina það var enginn til að bjarga mér, ég þurfti bara að bjarga mér sjálf og ég ætla ekki að segja ég sjálf bara komið með það, ég meina ég er að sjá mig sjálf og ég er bara ótrúlega stolt með mína vegferð en ég er ennþá svona smá hrædd við ein svona tilgáta er að þú veist þetta sé bara ef þú tekst á þetta þá ert orðið fullorðin þannig að þú veist það er eitthvað í mig sem bara vill ekki alveg vera fullorðin strax en Já, ég skil hvað átt við Já. Og ég hvort það sé vegna einmitt þessa eða almennt en ég held að þetta er ekki einstæmi að annar aðili í sambandi sé svona bara sjáu þessi mál og það ég held að, og mér segir svo hugur og þegar ég segi það, þá er það algjörlega ábyrgðarlaust að það sé ósjaldan karlmaður í sambandi sem heldur utan peningana og það er konan í sambandinu sem sér börn Það var algjörlega þannig í okkar tilfelli og ég er þarna þegar við skiljum þá er ég sjálfsagt starfandi og ég er ekki til í kerfinu þú veist, ég er ekki til þú veist þannig ég þurfti að byggja upp mitt
peningal orðspor algjörlega í rauninni frá grunni, ekki alveg en þú veist samt. Þannig ég fyrir í bankan og það er bara nei og ég man eftir og ég er ekki að biðja að fá gefinspening, sko. Nei, bara greiðslukort og lán og já, bara svona hjálp mig til að bara hjálp mér að brúa ákveðið bil og sem betur fer að þá lendi ég á einum yndislegum ráðgjafa í Arion-banka sem heitir Jórunn og meirist að þannig að mér langaði að getinar í matreiðslubók sem ég gaf út. Já, að því að bara þetta var svona þetta skipti mig svo ótrúlega miklu máli á þessum tímapunkti. Og stundum finnst mann svona allar hurðir vera lokaðar og þá bara ein manneskja sem maður bara nennir. Já. Þannig að já. Þetta er fallega að heyra, því maður heyrir líka mjög oft sko kergju í garð fjármálafyrirtækja og efasemdir og tortryggni, þarna það er innan ég er mjög þakklátur Jórunn mín. Já, þetta hlusta Jórunn, bara vel gert. Já. En það er bara svona áminning líka fyrir mig, stundum það bara þegar við erum þreytt eða þegar við erum búin að vera of lengi í starfinu að þá bara förum við í hennan ramma, nei þetta er svona og eitthvað. Það getur skipt manneskju svo ótrúlega miklu máli ef við erum tilbúin að sveigja aðeins. Og ég meina það er ekki eins og ég hafa ekki borgað þetta, skilur við. Og það var ekki verið að gefa mig neitt. Ég þurfti alveg að standa fyrir því sem ég var fyrir traustinu. En já, þetta var svona, þetta var bara, mjög góð minning og mér finnst þetta að vera svona ákveðin vendipunktur líka. Ég bara, já, ég geti þetta. Þegar á þessum tímapunkti og var einhver annar en Jórunn í Arion-banka sem svona gat aðstoðaði, leitaði þér aðstoðar einhver staðar í? Já, og svo var það Sigrún hjá Gátun, hún var endurskoðandi minn. Já. Þannig ég fekk svona nokkra engla þarna. Sem var og svo er ég bara, þú veist, já, gott fólk í kringum mig og hef fengið bara ómetanlega hjálp og stuðning og sérstaklega bara svona, það skiptir mestumáli er að fá þennan stuðning að fólk hafi trúa mig. Þannig að aðalmálið er að ég trúa sjálfa mig en það er ofboðslega gott að finna það þegar maður er að gera eitthvað sem er kannski endilega rökrétt á þeim tímapunkti en þú ert að fylgja ástríðinni að þú fáir svona, já, ég veit þú getur þetta. Þannig að ég myndi mér að það sé mitt mjög góð tilfinning og koma manni langt en ofan í sko þá erfiðleika sem fylgja því að skilja hvernig leiðir þegar þú einmitt stóðst frammi fyrir því að bara þú varst svona hálfgerður svona peningalegu draugur í kerfinu. Já, sko ég var bara oft svona hvernig á ég að gera þetta og ég veit ekki hversu oft ég var á þessum tímapunkti bara hvernig á ég að slökkva þessa elda. Já. Hvernig kemst ég áfram. Já. Og svo er alltaf eitthvað sem ég meina, maður heldur alltaf að allt sé að fara til fjandans og það er það sem ég er búin að læra, þú veist, þú er hvorki, það er hvorki eitthvað sem er allt er frábært eða allt farið til fjandans, þú veist, það er bara millistig. Allt einhverstaðar hann á milli. Já. En maður er í tilfinningunni að það er allt að fara til helvítis og og það er mjög erfitt að vera staddur þar en svo bara einhvern veginn gerist eitthvað sem maður sér ekki fyrir en þetta var bara mjög erfitt og líka bara þegar þú ert að upplifa svona og ert einstæð með 4 börn og sjálfsagt starfandi að þá má svo lítið út að bregða. Já. Og ég man að ég var það var þvottavélin eyðilaðist svo var ég að keyra og þá bíl sem klest á mig þetta var svona bílastæðin hjá Korputorgi og maður er bara, já, ég var bara að hugga barnið mitt og var ekki að horfa, ég bara, já, allt í lagi, ekkert máli, allt í lagi með barnið, eitthvað svona. Og gerði náttúrulega ráð fyrir því að ég væri í rétti, en svo er eitthvað svona aðra reglur sem gilda innan bílastæði, þau svona umferðreglur. Þannig ég endaði með að þurfa að borga eitthvað og ég bara, þegar tryggingaráðgjafinn sagði þetta, ég bara, já, hann var ekki eins og horfa, hann var, já, skiptir ekki máli, þetta er bara, ég bara, vá, komið fast ósanngjarnt. Þannig að þú lendir í alls konar svona en svo bara kemstu yfir það. Og svo man ég að ég fór að vinna sem hjúkrunarfræðingur held ég hálfa ára síðar og ég krassaði bara. Og mér fannst svo skrítið af því að ég var einhvern veginn búin að vera bara nokkuð góð og ég var alveg, af hverju er ég að krassa núna? Núna mun ég geta þetta. Já. Núna verður allt í lagi. Já. En þá er það bara þannig að þú ert búin að fara á hnefanum í ákveðin tíma. Já. Og þú getur ekki gefið þetta rými að bara að slaka og bara gráta og ég var í vinnu, ég grét í 2 vikur
ég gat ekki hægt að gráta. Ég endaði með að fara á bráðamóttöku geðdeildar og talaði þar við góða lækni og fór á kvíða þunglyndislyf og svo bara upp frá því að þá, ég meina, ég er ekki að segja upp frá því bara var allt gott. Nei, það hefur svona kannski verið vendipunktur fyrir þig, já. Og þetta hefur, þessi tilfinning Alda hefur kannski verið svona síðasti dropin í mitt. Já, og hún útskýrði þetta þannig að þetta kallast eftir áfallastreita. Að þá þetta búin að vera í svona bara, það skilja náttúrulega bara mjög erfitt, að flytja er erfitt og einhvern veginn að vera í fjárhagserfiðleikum er erfitt og þú ert að upplifa þetta eða ég allt í einu. Já. Að svo þegar þú kemst í bara í svona öruggt umhverfi að þá koma tilfinningarnar. Merkilegt, því ég vissi þetta ekki, ég bara, vá, ok. Alltaf er maður að læra. Já. Og hvernig ertu í dag? Ég er, það sem ég hef lært er að hætta að hræðast það að allt muni fara fjandast til. Að þegar ég lendi í, dauðum tíma eða tekjuflæði er minna eða eitthvað óvænti reikningar að þá bara veit ég að það mun reddast og ég mun redda að því ég er komin þetta langt. En það er ekki þægilegt. Nei. Og draumurinn er náttúrulega bara að byggja upp ofboðslega stórt veldi, mér stann kannski aðeins matarblokksveldi hérna. Við ætlum að vera hlaðvarpsveldi þannig þetta er Nei, en svona í alveg þá sé ég svona í framtíðinni þá, og bara ég held að það er svona bjart framundan. Ég ætla að trúi því. Þannig já. Vandræðileg þögn? Nei, það er engar þagnir vandræðilega. það eru lykillinn að þessu. En í þessu samhengi, því þú talar þú veist, erfiðleikar í fjármálum og stopular tekjur. Hvernig nálgastu því við tölum mikið fjárhagslega heilsu og svona þumalputtareglur af því hvernig maður getur nálgast peninga og það er svona bara forvitnilegt. Ert þú til dæmis stefnir þú að því að reynur að hafa eitthvað til varasjóð eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað kemur upp á? Já, ég hef reynt það og það gengur stundum og stundum þarf maður aðeins að ganga á þann sjóð. En til þess er hann? Já, nákvæmlega. Já. En hann mætti alveg vera stærri en það gerist. Það gerist, einmitt, já. En það sem ég finnst svo skemmtilegt við þessa þætti og ég er bara svona sitt og glósa liggu við að því að mér finnst ég vera að læra svo margt sem ég hef ekki einhvern veginn átt að mig á sjálf. Mér finnst það ómögulegt, þannig að bara vel gert þið. Já, takk fyrir það. Ræðirðu talandi að því þú lærir og glósar, ræðirðu þessi mál við börnin? Ertu talið þið peninga? Nei, ég var að hlusta á viðtal, síðast eða þar síðasta viðtal sem að það er gert. Nei, ég hef ég er ekkert svona eitthvað strategist. Pabbi er náttúrulega bara mjög sterkur þarna. Já, hann tekur þá hlið. Já, en eins og ég segi, ég meina það á ekkert endilega að vera þannig. Ég meina ég á að koma með mína hlið sem er þá bara öðruvísi. Þannig að eins og ég segi, ég er að læra. Já. Og ég ætla bara að gefa mér rými að vera að læra og ég þarf ekkert að kunna allt núna en ég er bara tilbúin, ég er að opna á það að læra nýja hluti. Eins og með þetta og kannski gamla ég hefði bara nei pabbi er að sér þetta en að hugsa bara já, hann gerir það en kannski get ég komið með eitthvað annað. Akkurat. Svona öðruvísi peningaumræði. Þannig bara ekki það að hendur sig bara og hann heldur líka bara axla ábyrgð. Þannig að ég er að verða fullorðin. Ég sé þig fullorðinast hérna fyrir frá mig, þetta er ótrúlega. Nei, þetta er, en ég held að þetta er svo aðdánavert viðhorf sem þú með. Bara að taka hlutin á kassan og læra þau. Af því það er ekkert aðdánavert í það að gera mistök. Eina fólki sem gerir ekki mistök, það er fólki sem gerir ekki neitt. En mistök eru ekki bara til þess að gera þau eru til þess að læra þau. Og þarna bara þú ert að lýsa nákvæmlega því. Já. Og þetta er að koma núna svona í seinni tíð. Ég held maður sé bara
Mér finnst svona einhvern veginn eftir 40 þá ég búin að læra bara ótrúlega mikið og kannski bara eftir það að ég skildi og standa á einn fótum og þurfa, ég þvinguð til að taka ábyrgð á mínum málum og stundum hef ég ítt því frá mér og ekki viljað en ég bara svona, smátt og smátt held ég bara að opna þess á þetta. Já. Og þá ótrúlega gott líka að geta fundið vettfang og mér finnst það frábært hvað umræðan orðin mikil núna, bæði þú veist með svona síðra sem fólk að deila ráðum með þessum þætti. Fjármálatips hérna á Facebook bara algjörlega frábært, bara gaman að þessu og stundum svona orð sem ég skil engan veginn, svona eitthvað mjög, en svona flest, bara mjög margt áhugavert og ég svona sankaði af mér smátt og smátt. Frábært. Hefðirðu viljað þegar í þessu á þessu stóð, hefðirðu viljað að það væri ykkur, ég veit ekki, eitthvað apparat á vegum annarkvort banka eða hins opinbera sem hefði bara svona þess að þú hefði getað leita til og sagt bara, heyrðu, ég þetta gömul, ég kann ekkert í peningum, getið þið hjálpa mér? Er það eitthvað sem að, svona þegar þú hugsað tilbaka, hefði það komið? Ég meina bara, ég væri til í það núna. Nefnir að sjá þetta aftur komin í það. Þá það bara eitthvað jól í Arjón banka. Já, af því að það svo margt sem að nú veit ég ekkert hvernig, ég vil það bara sé alls konar hjá fólki sem eru bara mjög sterkir þarna, en ég bara ekki sterk þarna og það margt sem ég skil ekki og ég hálf talnablind, þannig að þetta svolítið svona eins og að vera lesblind að vera að reyna að lesa. Þannig að það erfitt. Mjög ósanngjarnt. Þetta bara mjög ósanngjarnt, en ég nú ekki fórnarlamb. Nei, en það einhverja síður þetta lífsfærni og ég segi þetta í fullum alveg að því ég góður í þessu bara því út af mínum bakgrunni, ég læri þetta bara mínum foreldrum að vera á peninga, en þetta hafa ekki allir þetta, sem gefur þeim sem hafa þetta ósanngjarnt forskot fram yfir hina. Já. En við getum talað við fólk eins og þig, þannig að þú veist, saman, ég get eldað og svo getur hinn aðeins á fjármál en það ekkert, þú veist, verkaskipting sem slík ekkert svo slæm, skilurðu, en báðir aðilar þurfa að vita hvað í gangi og reyna að skilja, ekki bara þetta ekki mitt mál. Það eru rosalega mikilvæga góð skilaboð og ég svona hugsa bara við látum það vera lokaorðin í þessum þætti. Já. Er það ekki? Yndislegt að fá að koma. Já, það var ekkert svo hlæðilegt. Nei, við býtum ekkert sko. Þetta er alveg algjörlega minnur. Gott að tala við þig. Sömuleiðis. Og ef þú, kæri hlustandi, hafðir ánægju að gagna þessu spjalli, þá máttu endilega benda vinum þínum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að peningunum. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitina að peningunum. Takk fyrir að hlusta.